Já. Frú Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, frú Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, kæru ömfringar og aðrir gestir. Við erum hér komin saman til að eiga fallega stund og minnast þeirra 20 sem létust þennan dag fyrir 30 árum snjóflóð féll klukkan 4 að nóttu á Flateyrinni okkar með þessum hörmungum. Og hér eftir verða svo samverustundirnar á 5 ára fresti. Dagskráin hjá okkur svona í dag. Presturinn, séra Guðmundur Karl, hann tala nokkur orð til okkar. Fjallabræður syngja 2 lög. Og svo kemur dóttir Dags Ásgeirssonar og Sunneva Trystudóttir. Hún heitir Ragnheiður Dagsdóttir. Hún mun flytja fallegt ljóð eftir pabba sinn. Fjallabræður syngja 2 lög. Svo kemur aftur Ragnheiður og les annað fallegt ljóð eftir pabba sinn. Og fjallabræður koma með 2 lög. Svo mun Ásdís Ingólfsdóttir lesa ljóðið sem Guðmundur Ingi Kristjánsson samdi þegar snjóflóða féll. Og fjallabræður enda svo á að syngja. Og ég mun koma svo hérna aftur upp í restina. Takk. Komið sæl, kæru vinir, eins og Stína myndist á og þá kunnar en frá þurfa að segja að í dag, 27. október, eru 30 ár liðin frá þessum hræðilega atburði, þessum mannskæða snjóflóði á Flateyri. Ég, eins og flestir sem að muna eftir sér frá þessum tíma, man mjög vel hvar ég var staddur þegar fréttirnar bárust fyrst. Og þjóðin bað og fylgdist með, bæði sorginni vegna þeirra sem fórust, fylgdist með eyðileggingunni, en jafnframt andaktug yfir ótrúlegum afrekum og þreki björgunarfólksins. Hugur okkar var sannarlega hjá ykkur sem eftir stóðuð í sorginni. Bók Predikarans í Gamla testamentinu segir: sérhver hlutur undir himninum hefur sinn tíma. Og þið, kæru vinir, hafið valið þennan dag ár hvert og hist undir merkjum Önfinningafélagsins og nú í 30. sinn. Það hefur verið okkur í Lindakirkju sannur heiður að fá að hýsa samverur ykkar hér undanfarin ár og ég held að þær hafi verið ykkur dýrmætari og leikið stærra hlutverk í að græða sárin en mörg ykkar grunar. Það er svo mikið fegurð fólkin í þessu að taka frá stund til að minnast, til að syngja saman, hlusta, umfram allt, bara til þess að hittast, tala saman og eiga samfélag. Svo ég vitni aftur í ritninguna þar sem segir í orðskviðunum: járn brýnir járn og maður brýnir mann. Og svo brýning birtist einmitt í þeim kærleika sem að ég veit að þessar stundir hafa veitt ykkur. Svo ég leyfi mér að leggja út af fallega textanum hans Ólafs Ragnarssonar sem að þið kallið Óla Popp, Hafið eða fjöllin, þá eru það þið, fólkið á þessum stað og af þessum stað, sem hafið með þessum hætti stutt hvert annað í gegnum öll þessi ár. Guð blessi ykkur öll, Guð blessi byggðina ykkar, Guð blessi minningarnar ykkar og mannlífið á Flateyri.
Góðan daginn. Ég heiti Halldór og ég kem frá Flatri. Og við erum Fjallabræður og við ætlum að fá að syngja fyrir ykkur nokkur lög hérna í dag. Og mér langar að byrja að þakka henni Stínu fyrir að ná í mig. Ég frétti að var búin að skrifa meira svo á Facebooki mitt að ég ætti að svara í síman. Að vegna þess að þið vitu öll að þetta ekki auðveldur dagur og hann verður einhvern veginn aldrei auðveldari. Og það bara mjög mikilvægt að fá að hittast og syngja. Og ætlum að byrja að syngja fallegt lag sem heitir Það vex eitt blóm fyrir vestan, sem ljóðað til Stein Steinar. Hann úr Arnarfirðinum, er það ekki, Sverrir? Rétt. Og lagið eftir Jörund Garðarsson, sem bróðir hans Sverris. Gjörðu svo vel. Það var nú bara nokkuð gott. Næst ætlum við að syngja lag sem heitir, sem nú mikilvægt að hugsa á svona degi. Það fjallar vináttuna. Og vináttan allan sem ég upplifði í mínum hópa Flatri held ég að sé ástæðan fyrir því að þið standið þarna, kæru bræður. Og lagið heitir Hæ vinur minn.
Góðan daginn. Ég heiti Ragnheiður og foreldrar mínir eru Sunneva Traustadóttir og Dagur Ásgeirsson og þau eru frá Flateyri. Og ég ætla að flytja ykkur hérna eitt ljóð eftir hann föður minn sem að sendir sínar bestu kveðjur til okkar í dag. Önundarfjörður. Heim í fjörðin yndisfríða fer mig oft á vorin langa, þar sem gælir golan blíða gróður við og blómin anga. Þar sem fjöllin fegurð smíða og fellur alda blítt við tanga. Þar sem fley fjörðin líða, fiskimenn þar koma að landi, farið hafa hafið víða, haf stundum reynist vandi. Nú þar sumars besta blíða báta þeirra ber að sandi. Á sumrin þegar sólin ljómar, sindrar hafið líkt og eldur, lífsins fegurð líkt og hljómar, leggst hlíðar mjúkur feldur, heillar allt sem helgir dómar, huga mínum gleði veldur. Þótt áfram renni ævin mín, einatt draumar til þín draga, mín æsku minning aldrei dvín, unað stundin lífs mín saga, minn kæri fjörður, fegur þín, fylgir mér ævi daga. Takk. Og taldi nefnilega fleiri innkomur heldur en áðan, þannig að ég bara til í að syngja 18 lög, það ekkert mál. Halldór Smárasson leikur hérna með okkur á píanó frá Ísafirði. Við
ætlum að flytja fyrir ykkur næst lag sem heitir Heima, sem samið af Tómasi Jónssoni, sem ættaður frá Dýrafirði. Hann barnabarn Tómasar Jónssonar sem var kaupfélagsstjóri á Þingeyri fyrir þá sem muna. Og textin saman á hann Magnúsi Þór Sigmundssoni, sem vann einu sinni á Flateyri. Og var góður vinur okkar. Og við hljóðrituðum þetta lag einu sinni og þykir mjög vænt það. Ég ætla að kynna fyrir ykkur hérna fallegan ungan dreng sem heitir Einar Valur Einarsson og hann ætlar að fá að syngja það fyrir ykkur. Gjörðu svo vel, Einar minn. Takk. Spurningin sem ég velti stundum fyrir mér, hvað hér og nú væri annað en það í dag? Já, enginn, ég og þú. Forlaugi ferðalagið leiddi mig til þín. Það leiðin mín, ég spyr, hvað hefði ég þig aldrei, já aldrei séð, ég spyr. Heima, hér á ég heima, með þér hér á ég heima. Alls konar heima, heima. Ég og þú eigum aldrei neitt annað en heiminn sem ekkert annað en það sem á milli okkar fer. Heima, hér á ég heima, með þér hér á ég heima. Alls konar heima, heima. Ég og þú eigum aldrei neitt annað en heiminn sem ekkert annað en það sem á milli okkar fer. Ég og þú eigum aldrei neitt annað en heiminn sem ekkert annað en það sem á milli okkar
ætla að fá að lesa hérna annað ljóð eftir hann föður minn og það heitir einmitt Heima. Skemmtileg tilvísun. Gengi götuna heima, golan mig strýkur svo blíð, þá minningar merla og streyma, myndir frá liðinni tíð. Sé fjöllin sem fjörðin prýða og fjörunnar hvíta sand, mér finnst vart þú finnir víða fegurra heima land. Þá ligg ég í lautinni minni, laust fyrir ofan krók, mér lúft verður löngum í sinni, litrík hugarins bók, ég horfi þar handan fjarðar, hefja sig tíið fjall, hann þorfinnur hringinn varðar með háreistan kletta hnall. Í faðminn fjörðurinn tekur, þá fegur mér blasir við, það indæla upplifun vekur, æskunnar fjarlæga nið, sé yndur á ævinnar vegi, hvar yndi og rætur ég finn, með þökkum og stolti þá segi, þetta fjörðurinn minn. Takk. Við ætlum að smá áhættuatriði, við ætlum að frumflytja fyrir ykkur nýtt lag sem mér langaði bara rosalega að syngja hérna. Lagið samið af mér, Unu Torfadóttur og strákur sem heitir Baldvin Snær Hlynsson. Hittumst fyrir tilviljun og sömdum þetta dásamlega lag sem heitir Ástin og óttinn og við ætlum að fá að frumflytja það fyrir ykkur hér í dag. Fólk var og
eftir flóðið orti skáldið Guðmundur Ingi Kristjánsson eftirfarandi ljóð. Við andvörpum hljóðlát en hugleiðum þó, hve höggið var mikið byggðina sló, hún magnar sín áhrif svo orðlaus og skýr, svo allsherjar sorg á Flateyri býr. Og létt að tárast á líðandi stund og leita sem vinur á syrgjenda fund. Í harmana tíbrá þau titra svo glögt, þau 20 hjörtu sem brustu svo snögt. Við barnshjartað syrgjum sviplega brast og sjómannsins handtakið örugt og fast og alla þá kosti sem fóru svo fljótt í framhlaupi dauðans á skelfingarnótt. Svo biðjum við Guð að hann gefi þann frið sem græðir og líknar og unam á við og alþjóðar samúð sé sýnileg gjörð í sorginni miklu við Önundarfjörð. Eigum við að syngja 2 núna, Stína? Okay. Við ætlum að syngja lag sem eftir Magnús Þór Sigmundsson, vin okkar, sem heitir Þess vegna erum við hér í kvöld. Fögru fljóði ég kynntist forðum, við lásum hvors annars hjartalag, án þess að eyði þá ofmörgum orðum, þá það svo enn í dag. Verður dásamlega gaman, dettur inn ömmu og afa drengur, sem við hössum saman, sonurinn vaxinn úr grasins og gengur. Góðar, við eigum dætur syni, við eigum börn og barnabörn. Þess vegna erum við hér í kvöld. Þú með mér og ég með þér. Þess vegna Það svo ótalmargt sem að upp á kemur, en víst að vin á meðal best að vera, já miklu fremur, en flest annað alveg eðal. Brúðkaup eða bless við góðan vin, við stöndum saman hvernig sem fer, bæn og skýrð og þá mætum við hinn, og við tökum því sem að
eigum börn og barnabörn. Þess vegna erum við hér í kvöld. Þú með mér og ég með þér. Þess vegna erum við hér í kvöld. Þú með mér og ég með þér. Nei, er ekki komið að við syngjum hafið eða fjöllin? Það er síðasta lagið okkar. Ætlar þú að tala áður eða eigum við bara að syngja það? Ef ekki að klappa fyrir henni Stínu. Fyrir hönd, nei, býttu nú við. Ó, ég gerði þetta. Heyrist ekki í þessu? Ég er svo lítil. Fyrir starfi. Fyrir hönd Umferðingafélagsins vil ég þakka öllum sem komu hér fram og gerðu þessa samverustund fallega og eftirminnilega. Ég fór í dag klukkan 12 heim til frú Vigdísar Finnbogadóttur með fallegan blómvönd og kort frá okkur. Því hún var okkur alveg ómetanleg þegar hún kom vestur þegar flóðið féll. Og með kærri þökk fyrir hennar hlýju og faðmlög til okkar allra. Hugur hennar er hjá okkur hér í dag. En hún er á spítala en kemur heim á morgun. Það sem Fjallabræður vilja ekki taka greiðslu fyrir sitt framlag hér í dag, en Halldór Gunnar benti á björgunarsveitina Sæbjörgu á Flateyri. Umferðingafélagið mun leggja inn 100.000 krónur eftir helgina á björgunarsveitina. Umferðingafélagið býður ykkur að gjöra svo vel að þiggja kaffi og veitingar hér frammi og ég óska ykkur öllum góðra heimferðar. Takk. Nú syngjum við bara saman eitt lag. Er það ekki? Þetta var mér að kenna, ég var aðeins á flötunum mér. Þú ætlaðir að fá að segja nokkur orð. Forseti Íslands og kæru vinir, ég ætlaði ekki að fá að segja nokkur orð, ég ætlaði að fá að blessa söfnuðinn áður en við förum heim. En víst ég er komin með mikrofóninn, þá langar mig bara að segja að það er mér svo dýrmætt að fá að taka þátt í þessari stund hér í dag og okkur báðum, við erum búin að ræða það mikið núna. Ég hef kynnst mörgum sem hafa mist sem prestur í Graf og Sókn í tengslu við þetta snjóflóð og gott að vera með ykkur. Og mér langar líka að nefna þessi kór er náttúrulega eitthvað annað. Ekki bara þá syngjið þið dásamlegu lög og syngjið þau vel, heldur þessi kraftur, hann einhvern veginn spilar á allar tilfinningarnar. Takk fyrir. En meðtakið drottinlega, meðtakið drottinlega blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Syngjum saman. Störfi
Kannski fólk